Framkvæmdastjórn Landspítalans var rétt í þessu að samþykkja í fyrsta skipti starfsáætlun umhverfismála til 3 ára. Og spítalinn hefur verið að vinna að umhverfismálum náttúrulega síðan 2012 og reglulega sett sér starfsáætlun, en nú horfum við lengra fram í tíman og þar eru bæði verkefni sem við höfum verið að vinna með, höldum áfram með þau, með þeim góða árangri sem við höfum verið að ná og að auki erum að bæta við nýjum áherslum. Það eru loftslagsmarkmiðin sem við settum okkur 2016 og svo er það heimsmarkmiðin sem við tökum einnig mið að. Og það má segja að þessi starfsáætlun að hún skiptist í rauninni í 3 svona megin áherslur. Heilsubætandi umhverfi, bætta auðlindanýtingu, saman gegn sóun og loftslagsúrbætur, betri framtíð. Við erum að leggja núna áherslu á sem við höfum vilja vinna með en ekki kannski byrjað á og það er að greina umfang hvar erum við að nota svona CMR-efni, þar að segja krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi og æxlisemjandi efni, hvar getum við minnkað notkun á þeim, við erum í norrænu samstarfi þar og svo er það að auka notkun á vistvænum byggingarefnum. Þetta eru efni sem hafa áhrif á heilsu okkar og umhverfi. Það er að horfa á loftslagsáhrif vegna matagerðar og það er nú kannski hlutur sem við höfum ekki mikið verið að velta fyrir okkur en þau eru heilmikil. Þar erum við að byrja okkur fyrstu skref. Eitt af því sem við erum að gera núna, við erum að hætta notkun á olíukatli við Hringbraut en hann hefur verið nauðsynlegur til þess að nýta í tækjabúnaði til þess að ná gufuþrýstingi við dauðhreinsun og í tækjunum í eldhúsi og hann er 6% af kolefnisspori okkar. Þannig að nú er verið að endurnýja tæki í eldhúsi sem að verða þá knúið rafmagni. Árangurinn sem við hefur verið að ná í umhverfismálum, hann er meðal annars bara vegna áhuga starfsmanna og stuðningi stjórnenda og það sjáum við svo vel eins og í fyrra þegar við vorum að byrja með plastlausan september að þá rauk fólk til og kom með alls konar hugmyndir og í dag eða í september þá er þetta aftur plastlaus september og núna til dæmis á þessu eina ári að þá eru matsalir hættir að bjóða einnota vörur í plasti, það er allt í plöntusterkju. Við erum hætt að kaupa plastglöss og síðan er eldhúsi hætt að skaffa ávextina í plastpókum eins og var mikið og þar erum við að spara 100.000 póka ári eitthvað svoleiðis. Og þetta er allt dæmi verkefni sem að starfsfólk lætur sér detta í hug og kemur áleiðis og við getum hrint í framkvæmd.